Vinnustofa listakonunnar Fríðu Bjarkar Gylfadóttur á Siglufirði hefur tekið töluverðum breytingum á síðustu mánuðum en í lok júní opnaði þar súkkulaði kaffihúsið Fríða. Enn má þar finna listaverk eftir Fríðu en það sem vekur mesta athygli eru handgerðir konfektmólar úr belgísku gæðasúkkulaði. Eftir að Fríðu var sagt upp starfi sínu í Sparisjóði Siglufjarðar fór hún að einbeita sér að konfektgerðinni og meðal þess sem finna má á kaffihúsinu eru rúgbrauðsmólar, gráðostamólar og bjórmólar. Þetta hugmynd eiginmannsins. Ég nefnilega misti vinnuna í nóvember, var búin að vera í bankastörfum í 20 ár þegar ég frétti það. Og hann kom askvaðandi heim. Bara var búin að leggja línurnar og þetta væri það sem við þurftum að gera. Ég er listamaður líka og var með vinnustofu. Við breytum henni saman bara í kaffihús og konfektgerð. Af því ég hef verið að búa til konfekt í 10 ár, alltaf fyrir jólin. Bara tekið það út þær tilraunir tekið þær út á fjölskyldum og vinum. Og mér fannst þetta bara æðisleg hugmynd. Ég meina ég er komin á 60-aldurinn og atvinnutækifærin liggja ekkert fyrir fótunum á manni þá. Þannig að why not? Og þetta var hvenær? Þetta var í nóvember síðastliðnum. Og það er bara þá rúmlega hálft ár? Já. Þangað til að búið að opna kaffihúsið? Já. Og hvað gerðu þið á þessum tíma? Þú fórst út að læra eða ekki? Ég fór til Belgíu, ég alveg frábæran skóla, súkkulaðaskóla, hjá súkkulaðiverksmiðjunni bara í Kajabó og það var æðislegt. Og ég kaupi súkkulaði frá þeim og nota í mólana. En af hverju súkkulaði? Ég man það ekki. Ég byrjaði á sem bara einhverju fikti því ég hafði ekkert rosalega gaman að baka. Og svo þróaðist þetta bara. Byrjaði náttúrulega bara að fara til uppskriftunum sem maður var að finna og svo þróaði ég mínar eigin og bjó til mínar eigin. Og þetta er bara svo gaman súkkulaðinu, svo margt þetta að gera, maður gæti ekki hætt. Og þú kaupir súkkulaðið frá Belgíu en svo gerir þú nú ýmislegt við það hér? Já, svo bý ég til mólana hér. Og hvernig móla ertu að gera? Það er alls konar. Þeir hafa verið voðalega vinsælir með kaffi og chili og bjór. Ég nota, það er bjórverksmiðja hérna á Siglufirði og ég nota bjór frá þeim. Nú svo hef ég verið að gera tilraunir, svona gráðost og bacon, rúgbrauð. Og þetta kemur alveg rosalega vel út. Og hvernig leggst það í fólk? Gráðosta súkkulaði? Sumir eru alveg til í að prófa og láta koma sér óvart og aðrir svona tregari en ég meina, það er bara eðlilegt. Þú opnaðir hérna í lok júní, eða ekki? Jú, 2015. Hvernig hafa viðtökurnar verið? Alveg æðislegar. Ekkert geta kvartað yfir því. Og hver eru framtíðarplönin hér? Bara sky's the limit. Bara hvað ég næ að gera og hvað ég get gert. Og það er ekkert sem að þarf að stoppa manni, bara hugmyndaflugið og tíminn. En þetta er gamla vinnustofan þín? Já. Og hér má finna ýmsa muni. Þetta er allt eftir þig, eða ekki? Jú. Í súkkulaðiskápnum má finna ýmsar kræsingar en Fríða segir að hugmyndaflugið sé það eina sem stoppi mann þegar kemur að konfektgerðinni. Það er svona eitt og annað. Það er misjafnt hvað er til í skápnum því að þetta selst upp svona reglulega. Hérna er til dæmis sítrónumólar, svo kaffimólar, konjakströflur og bjórmólar sem eru búin að vera mjög vinsælir. Hestlin Nettukröns. Og síðan hefur þetta verið rosalega vinsælt. Þetta er karmelusúkkulaði með trönubörjum og sávaselti. Hefur einhverja hugmynd um það? Hvað fari í gegn hérna mörg kíló af súkkulaði á viku? Nei, það er eitthvað sem ég þarf að taka saman. Ég veit það. Þau eru nokkur væntanlega? Þau eru nokkur, af því að svo nota ég líka súkkulaði í heitt súkkulaði. Já. Sem ég seglast tala og það er ofsalega vinsælt. Og svo er nú súkkulaði hægt að fá í öðru formi hérna. Þú ert með súkkulaði te og súkkulaði snyrtivörur. Já, algjörlega. Ég flyt það sjálf inn frá Belgíu. Og það er bara mjög góð að vera. Ég er búin að vera að prófa að nota það. Þetta er mjög gott. Þetta er nú, þetta er ekki bara kaffihús, þetta er kannski pínu galleri líka. Já, á verkunum mínu.
Og hvaða verk eru það? Getur þú sagt mér þess frá þeim? Það eru stólarnir sem ég hef verið að gera í gegnum árin. Þeir eru allir til sölu. Og síðan eru það myndirnar og þá svona það sem á hug minn núna, það eru myndir af hestunum. Við hjónin, við fjölskyldan erum með hestunum og mér finnst þetta æðislega dýr. Ég byrjaði á þessu að því að ég svona frekar lélegur knapi. En mér fannst ég samt svona að þurfa að gera þeim eitthvað góð skil af því að mér finnst þeir bara svo frábærir. Og ég prófaði þessa leið og mér finnst þetta bara æðislega gaman. En líka gaman að fara orðið á bak. Þannig að þetta er bara æði. Bara nýta sína styrkleika. Já, ég fæ líka mikið út af þessu. Ósalega gaman. Áður en ég kem hingað, það er 10 ár síðan ég kom hingað í þetta hús. Þá var ég byrjuð að vinna með Moggan í myndum sem þróaðist svo út ég fór að nota það á húsgögn og meina, hvað kemur eftir því? Það er ekki bara húsið. Og það var þegar við kaupum þetta þá var það frekar ljótt að utan, vottur steypuskemmdum og ég fekk áskorun það bara að klæða utan á Moggan og ég gerði og þetta er búið að vera svona í 10 ár. Og svo þegar þessar breytingar fóru í ganga þá var þetta einhvern veginn svo sjálfstætt framhald að það var ekki hægt að sleppa þessu. En af hverju Morgunblaðið? Það er eiginlega svona pínu, þú veist, ég ólst upp í Moggan. Mér fannst fallegasta letri fonturinn á Mogganum. Og þetta bara virkaði. Sugar, oh honey, honey, you are my candy girl, and you got me wanting